Þau held ég var að byrja að syngja, ég ætla að segja góðan daginn. Eða enginn í salnum, góðan daginn, gaman að sjá ykkur. Og þeir sem heima sitjið, hvaða myndavél er ég að horfi? Gaman að sjá ykkur. Það er fullt af fólki að horfa á samkomin á netinu, allstaðar í heiminum og ég ætla að skilja kveðju til ykkar hérna frá Jóa Ásmunds og Frisa Karls, þeir í Slóvakíu og eru að horfa á samkomuna saman. Og þið sem hér eru frábært að þið komið. Við skulum standa á fætur, við ætlum að syngja hressilega lofgjör hérna í byrjun. Helgi ætlar að predika hvað er kirkja? Já, hvað er kirkja? Erum við í kirkju? Við erum í kirkju, þar sem að kristni safna saman, þá er kirkja. Við ætlum að syngja saman, saman stöndum við. Gammalt og gott. Já, ég gladdist þess að var við mig. Já, ég gladdist þess að var við mig. Já, ég gladdist þess að var við mig. Nú við förum í hús Drottins Guðs. Já, gatti. Já, ég gladdist þess að var við mig. Já, ég gladdist þess að var við mig. Já, ég gladdist þess að var við mig. Nú við förum í hús Drottins Guðs. Gladdist, 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 gladdist. Já, ég gladdist þess að var við mig. Já, ég gladdist þess að var við mig. Já, ég gladdist þess að var við mig.
sungu þetta lag, kannski 20 ára eða eitthvað síðan þetta kom fyrst fram, en þetta er allavega eitt gott sem við ætlum að taka næst. Tilbiðjum þig Jesús og þig heyrum, við lyftum til þín höndum og upphefjum þitt nafn. Við tilbiðjum þig Jesús og þig heyrum, við lyftum til þín höndum og upphefjum þitt nafn. Þú mikli Guð, gerir mikil undur Guð, enginn annar er sem þú, enginn annar er sem þú. Þú mikli Guð, gerir mikil undur Guð, enginn annar er sem þú, enginn annar er sem þú. Við tilbiðjum þig Jesús og við heyrum, við lyftum til þín höndum og upphefjum þitt nafn. Við tilbiðjum þig Jesús og við heyrum, við lyftum til þín höndum og upphefjum þitt nafn. Þú mikli Guð, gerir mikil undur Guð, enginn annar er sem þú, enginn annar er sem þú. Þú mikli Guð, gerir mikil undur Guð, enginn annar er sem þú, enginn annar er sem þú. Þú mikli Guð, gerir mikil undur Guð, enginn annar er sem þú, enginn annar er sem þú. Þú mikli Guð, gerir mikil undur Guð, enginn annar er sem þú, enginn annar er sem þú. How great is our God. Syngið saman. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time
Stórkostlegu Guð sem við eigum, gott að byrja daginn með það að lofa Guð. Síðasta laugardag, ekki gærheldur, fyrir viku síðan fengum við lofa Guð allan daginn, frábær stund og eina sem stendur upp í fjölmiðlum eitthvað sem gerðist aldrei og fekk mikið umtal. Við ættum kannski að biðja svolítið meira fyrir fjölmiðlum og ekki gleyma þeim að biðja fyrir að það gerist eitthvað þar annað en neikvæðinu og þannig. En við ætlum að halda áfram og við byrjum orð, hún Fanny ætla að lesa og biðja og svo fáum við smá tilkynningar rétt og eftir. Gjörðu svo vel, Fanny. Að reyna að beina sjónum sínum til Jesús sem höfundur og fullkomnari trúar okkar. Vera ekki of upptekin af því sem að svona þessu daglega amstri og kvappi í fólki. Því að það getur stundum svona slegið mann út af laginu og einmitt eins og Óskar sagði að það var síðustu helgi undruðust eflaust margir þá umræðu sem fór í gang í kjölfarið á Kristdeginu. En þá gott að minnast þess að Guð mikill og stór Guð, mikill og máttugur Guð eins og við vorum að syngja How great is our God. Við skulum aldrei gleyma því og sálmurinn sem ég ætla að lesa, sálmur 33, hann fjallar í rauninu það hversu stór, mikill og máttugur Guð og við skulum bara leyfa Guðs orði, þegar ég les þetta leyfa Guðs orði bara að síast inn í okkur og næra anda okkar og uppörfa okkur í dag. Gleðjist þér réttlátir yfir drottni, hreinlyndum hæfir lofsöngur, lofið drottin með gýjum, leikið fyrir honum á tístrengjaða hörpu. Syngið honum nýjan söng, kníið strengina ákaft með fagnaðarópi. Því að orð drottins áreiðanlegt og öll verk hans eru í trúfesti gjörð. Hann hefur mætur á réttlæti og rétti, jörðin full af miskunn drottins. Fyrir orð drottins voru himnarnir gjörðir og öll þeirra príði fyrir anda munns hans. Hann safnaði vatni hafsins sem í belg, lét straumana í forðabúr. Öll jörðin óttist drottin, allir heimsbúar hræðist hann, því að hann talaði og það varð, hann bauð, þá stóð það þar. Drottin ónýtir ráð þjóðanna, gjörir að engu áform líðanna, en ráð drottins stendur stöðugt aldur. Áform hjarta hans frá kyni til kyns. Sæl sú þjóð, á drottin að guði, og sá líður hann hefur kjörið sér til eignar. Drottin lítur niður af himni, sér öll mannanna börn. Frá bústað sínum virðir hann fyrir sér alla jarðar búa. Hann sem myndað hefur hjörtu þeirra allra og gefur gætur að öllum athöfnum þeirra. Eigi sigrar konungurinn fyrir gnótt herafla síns, eigi bjargast kappinn fyrir ofurafl sitt. Svikull víghestur til sigurs, með ofurafli sínu bjargar hann ekki. En augu drottins hvíla á þeim óttast hann, á þeim vona á miskunn hans. Hann frelsar þá frá dauða og heldur lífinu í þeim í hallæri. Sálir vorar vona á drottin, hann hjálpvor og skjöldur. Já, yfir honum fagnar hjarta vort, hans heilaga nafni treystum vér. Miskur þín drottin sé yfir oss, svo sem vér vonum á þig. Amen. Yndislegt. Og í þessu trausti á hans orð, á það hver hann skulum við lyfta upp bænarefnunum sem að okkur hafa borist. Við fáum alltaf mörg bænarefni og sem betur fyrir oft þakkarefni líka. Og við skulum lyfta þeim bænarefnum sem að hvíla á okkar hjörtum hér í dag. Drottin þekkir það. Við skulum bara sameinast í bæn og gefa Guði allt sem að hvílir á hjarta okkar. Í Jesú nafni. Heilagi Faðir, við bara komum fram fyrir því í dag og við lofum þig og við þökkum þér fyrir það hver þú ert í okkar lífi, hver þú ert í þessari kirkju og í þessari þjóðdrottun og við bara lyftum nafni þínu hátt, drottin Jesús. Og við lofum þig fyrir það að við megum bara leggja alla hluti í þínar hendur, allt það sem hvílir á hjarta okkar, allt það sem að íþyngir okkur, allt það sem við erum að fást við drottin. Þú þekkir það, Faðir, og ég lyfti upp öllum bænarefnum sem okkur hafa borist. Við biðjum fyrir fólki sem að glíma við veikindi, fólki sem að glíma við fjárhagsörðuleika, fíkn, erfiðleika í samskiptum, innan fjölskyldna og í hjónaböndum, drottin. Þú þekkir þessi mál og
Þú ert megnugur að snerta, þú ert megnugur að reisa við og lækna og miskuna, Drottinn. Við vonum og treystum á miskun þína og náð, Faðir. Snertu við þessu fólki, gefðu frið það sem að frið skortir, gefðu líkn það sem að sársökin ríkir, Drottinn, og gefðu miskun og náð það sem að hatur Drottinn. Í Jesú heilaga nafni biðjum við. Amen. Á með höfu sæti því sem standi enn. Við viljum fá myndband hérna upp á skjáinn og svo kemur Laufi í kjölfæri og segir ykkur meira frá því ef það tilbúið. Það klárt, gjörðu svo vel. I think one of the ways to make a group of human beings more powerful as a leader is to constantly show them perpetual optimism. No matter how bad things are, we're going to fix it. We thought innovation is about value for money. I say innovation is about value for many. Do not bail on your mission. You know, if there's ever a time in human history that was crying out for courageous leadership, the time is now. Ég var svo uppveðraður þegar ég kom heim að ég gat alltaf að sofna sko. Bara byggja mitt líf upp þannig að ég geti fungera sem best, nýst sem best sem leiðtogi og að ég hafi úthald og brenni. Momentum of a movement, momentum of people are waking up to realize the world does not have to be the way it is. Og það náttúrulega margir fletir bæði sem að snerta við manni og svona hrista upp manni. Mér finnst það frábært. Ég var svolítið hrædd þetta héti leiðtogaráðstefna. Mér fannst eins og ég þyrfti að vera leiðtogi í minni kirkju en auðvitað eru við öll leiðtogar. Fyrir mig það svona þráður sem áskorun stöðugar umbætur. Og ég heyrt frá mínu fólki að það gríðarlega ánægt og flestir að tala að koma aftur á næsta ári. The stage has been set for an unprecedented global movement impacting 190,000 leaders in 105 countries all around the world. Let me introduce you to this year's powerful lineup of summit speakers. Very excited for everyone to hear Jeffrey Immelt. He's the current CEO of General Electric. Another faculty member that I'm really anxious for the summit crowd to meet is Lofredo de Jesus, pastor of New Life Covenant Church and one of Time Magazine's 100 most influential people. I'm eager for all of you to hear Susan Cain. She's the award-winning New York Times best-selling author of Quiet, The Power of Introverts, and I predict that one of the most interesting sessions is going to be the session with Tyler Perry. He's written and starred in feature films. He's known all throughout Hollywood as being a person of deep faith, deep compassion, and I think this is going to be quite a session at the Leadership Summit. Carly Fiorina, Patrick Lencioni, Ivan Satyavrata, Brian Loritz, Alan Catherine Kajina, Joseph Grenny, Louis Giglio, Erica Ariel Fox, and Don Flo. And each of us has a responsibility to steward our influence well. Your church, your community, your family, and our world need you to lead well. See you at the summit. Komið sæl. Ég heiti Laufey og ég fyrir hönd Fíladelfíu og Hvítasunnu-kirkjunnar á Íslandi í þessari nefnd. Þetta samkirkjuleg nefnd sem með leiðtogaráðstefnu einu sinni ári og núna hún 7. og 8. nóvember í Neskirkju og ráðstefnan frá 9 til 5 báða dagana, semst föstudag og laugardag. Og þessi ráðstefna búin að vera semst út í Chicago og hún verður núna út allan heim sem hún sett upp í kirkjunum út allan heim 105 löndum og eins og ég sáu þá þetta frábæri fyrirlesarar og í dag þá sérstakt tilboðsverð, það kostar 11,5 á þessa 2 daga ráðstefnu, í dag það 9,5. Ég og Siri verðum hérna niðri í kaffistofu eftir með posa og alla græður og svörum öllum spurningum sem þið hafið. En þetta líka niðurgreitt af stéttarfélögum. Þannig að við mælum með því, þetta fyrir þá, yfirskriftin Lead Where You Are og semst að vera leiðtogi þar sem þú ert, hvort sem á heimilinu, í kirkjunni eða í fyrirtækinu eða þar sem þú ert að vinna, en að byggja upp leiðtoga með kristnum gildum. Þannig velkomin á borði hjá okkur Siri eftir samkomu og eftir 7. og 8. nóvember. Okay. Þú ætlar að svara öllum spurningum sem fólk gefur? Ég ætla að svara öllum spurningum, kemur ráðgjöf og allan pakkan. Já, ráðgjöf, ekki bara öllum spurningum, ja. Helgi, gjör svo vel.
Yndislegt, og það nóg að vera og þið þurfið ekki að bíða alla leið fram í nóvember til að fara á spennandi mót. Bara næstu helgi hér í þessari kirkju fáum við góðan gest, þá haustmótið okkar og hann Stefán Kristjánsen frá Oslo ætlar að koma að vera með okkur. Hann pastor í Jesus Church í Oslo, stofnaði stúdentarhreyfinguna Ný kynslóð, þau reka stóran biblíuskóla og þetta maður sem það aldrei rólegt í kringum hann. Það alltaf eitthvað mikið líf og mikið að gerast. Og við byrjum núna á föstudaginn klukkan 8, svo verður það aftur á laugardaginn klukkan 8 og svo klárum við á sunnudag klukkan 11. Bara næstu helgi, ekki missa af því. Og þemað hennar mánuðinn, þið sáuðu örugglega þegar þið fenguð bæklingana þegar þið komið inn. Þetta kirkjan og við erum kirkjan og mikla undirtektir við því. Og það liður í það að vera kirkja, við stöndum saman í gleði og í sorg og síðasta sunnudag fengum við frábæra predikun frá góðum gesti einmitt þetta. Stundum að þá biðjum við og Guð svarar og stundum biðjum við og ekkert gerist. Og það svolítið sérstakt að segja frá því að við höfum verið að biðja mikið fyrir fólki sem hefur verið að glíma við veikindi og síðasta mánudag kvöddu við góðan vin sem laut í lægra haldi fyrir miklum veikindum og svo fekk ég það fréttir einmitt í vikunni, svona gleðilega fréttir að annar maður sem var að biðja fyrir hann Árni Aron Bjarnason sem fekk æxli í höfuð og hefur verið í lyfjameðferð og geislum og annað, að hann var að fá þá niðurstöðu að það sést bara ekkert, að það bara allt farið. Og þetta kirkjan. Við gleðjum saman og við syrgjum saman. Og þetta mikið þakkarefni, þannig við höldum áfram að biðja fyrir þeim sem við erum að biðja fyrir og við þökkum Guði fyrir það sem hann að gera. Og síðan að lokum, að ég var að tala næstu helgi, 11. október, ef að þið viljið hita upp fyrir haustmótið hér, að þá veit ég að það fólk sem kemur saman og ætlar að halda upp á Laufskálaháttíðina í sal Kristniboðssambandsins 11. október frá 2 til 4. Þannig að ef þið hafið áhuga á að kynna ykkur hátíðir Ísraels og hvernig þær fara fram, að þá það 11. október milli 2 og 4. Og svo að lokum, það fannst hringur úti. Hann passar á litla putta á mér, en ég veit ekki alveg hvað það segir stærðina. Og það svona lauf á honum, veit ekki hvort þetta lauf, það Nýja-Sjálandslaufið, Silver Fern. Alltaf, hann hér, ef þú átt hann, eða vilt mér ekki eignast hann. Nei, amen, það var ekki fleira. Við fór núna meðan við syngjum sálminn sem kemur næst og hann svona svolítið í anda þess sem að Helgi ætlar að tala veit ég á eftir. Að við höfum ekki að bíða eftir verkefnunum, við höfum bara að gera sem Guð felur okkur hverju sinni og við höfum öll eitthvað hlutverk. Ekki allir að spila píanó eða syngja í kórnum eða spila hljóðfæri eða tala og predika, það þarf ekki að vera mikið. Að þjóna Guði geti líka verið bara að heimsækja nágranna eða hringja annað slagið í einhver einmanna sál. Syngjum saman, bíð þess ekki vinur. Vístu sem vita
Mér langar að syngja einn sálm í viðbót, einn kór sem að áður en börnin fara niður í sína barnakirkju. Leyf mér að líta þig drottinn. Ljúka augum hjarta minns upp. Syngjum þetta saman. Krakkar, þá er kominn tími fyrir ykkur að fylgja ykkar kennurum niður. Þið farið varlega niður tröppurnar. Það er auðvelt að hrasa ef menn flýta sér. Þegar ég nefndi áðan með að gera eitthvað, gera eitthvað í Guðsríkinu, þá kannski talaði til einhverja, en hún Fanny hérna, hún geti alveg haft fleiri hérna til aðstoðar í húsum, til dæmis við að þrífa eða koma hér annars slagi til að gera eitthvað ekki rétt. Þannig að það er nóg að vera. Það er stórt hús, mikið að vera, það er mikil aukning í haustórið. Hér eru mánudagskvöldin full með United samkomum, það eru Celebrate Cover á þriðjudagskvöldum fullt af fólki, þannig að umgangurinn er meiri, það er meira að þrífa, vantar fleiri fólk. En áður en helgi kemur upp þá ætlum við að syngja saman lög sem að við lærðum fyrir svona ári síðan, 2 árum kannski, sem við erum nýbyrjað að syngja.
sem heitir Nú ég gefst þér.
you, Lord. We need you, Lord, right now. We lift our hands and bow our knees and worship at your throne. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. We need you, Lord. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. We lift our hands and bow our knees and worship at your throne. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. Ég þarfnast þín. Ég þarfnast þín. Ég þarfnast þín í dag. Ég þarfnast þín. Ég þarfnast þín í dag. Ég lyfti hönd og beygi kén og tilbið aðeins þig. Ég þarfnast þín. Ég þarfnast þín í dag. Ég þarfnast þín. Syngjum saman. Ég þarfnast þín. Ég þarfnast þín í dag. Ég þarfnast þín. Ég þarfnast þín í dag. Ég lyfti hönd og beygi kén og tilbið aðeins þig. Ég þarfnast þín. Ég þarfnast þín í dag. Svo syngið einu svona aftur saman. Ég þarfnast þín. Ég þarfnast þín. Ég þarfnast þín í dag. Ég þarfnast þín. Ég þarfnast þín í dag. Ég lyfti hönd og beygi kén og tilbið aðeins þig. Ég þarfnast þín. Ég þarfnast þín í dag. Ég þarfnast þín. Ég þarfnast þín í dag. Ég þarfnast þín. Ég þarfnast þín í dag. Helgi, gjör svo vel. Fá okkur sæti og hlustum á orð Guðs. Amen. 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 Skulum byrja á því að biðja saman. Halleluja. Drottinn minn, ég þakka þér fyrir nærveru þína hér í dag. Og við játum það, Jesús, að við þörfnumst þín. Drottinn minn, við þörfnumst nærveru þinnar, við þörfnumst náðar þinnar, við þörfnumst lífgefandi heilaga anda þíns, Drottinn minn. Og við biðjum það, Drottinn, viltu tala til okkar í dag, viltu móta hugmyndir okkar og hugsanir, og
viltu mæta okkur ein og sérhverju á þann hátt sem við þurfum á að halda. Velkomin heilagur andi, í Jesú nafni. Amen. Amen. Þema þessa mánaðar þetta er kirkjan. Og markmiðið með þessari seríu er svolítið að svara spurningunni hvað er kirkjan? Af hverju erum við með kirkjuna? Hvaða tilgangi þjónar hún? Og svarið sem við munum veita í þessari seríu verður að sjálfsögðu ekki tæmandi. Þetta verða bara 4 sunnudagar og það er takmarkað hvað þetta taka fyrir. En vonandi verður svarið nógu ítarlegt til að vera gagnlegt. Og ástæðan fyrir að við okkur langar að taka þetta fyrir, það er svo oft með hluti sem eru bara tilheyra okkar daglega lífi. Að við bara hættum að hugsa þá. Að það kannski kemur sprunga í einhverja rúðu eða eitthvað heima hjá okkur. Við tökum eftir því 3 daga og svo erum við bara hætt að sjá sprunguna. Allir komið í heimsókn sjá hana, en við erum bara hætt að pæla í þessu. Við erum bara vöni að þessi sprunga í rúðunni þarna. Kannast ekki við þetta. Svo hlutir sem bara eru hluti af daglegu lífi. Og málið með hugmyndir okkar og hugsanir, eins og með kirkjuna, það getur vel verið að við vitum innst inni hvað kirkjan á að vera. Það getur vel verið að við vitum í sjálfu sér hvernig við eigum að fungera sem kirkja. En síðan bara líða árin og ósjárátt þá bara föllum við einhvern vana og við tökum á móti einhverju hugmynd eða það er eitthvað sem við svona samþykjum og það verður að hafa áhrif á hugsanir okkar. Og svo bara til 5 ár að þá bara hugmynd okkar hvað kirkjan er orðin eitthvað allt annað en hún var upprunalega án þess að við tækjum eftir því. Og þess vegna er svo gott að skoða hugmyndir okkar, staldra við og tala eins þetta. Þannig að hvað er kirkjan? Ef ég myndi gera könnunit inni, myndi fylla út eitthvað blað, þá ættu langflest okkar svör við þeirri spurningu. Og ég held að langflest okkar ættu svör sem væru í það mesta einhverju leyti rétt. Ég held að sé engin með algjörar ranghugmyndir. En svörin okkar eru þau tvímælalaust ekki öll eins. Og það væri áherslumunur, það væri blæbrigðamunur. Þannig að það eru ólíkar hugmyndir hvað kirkjan er og ólíkar væntingar til kirkjunar. Og með orð, ég hef svolítið áhuga á orðum, að það er svona ákveðin regla, bara þegar þú ert að læra tungumálið svoleiðis, að orð skilgreinast af notkuninni. Það er hvernig orðið er notað sem að mun á endanum ákvarða hvað það þýðir. Ekki hvaðan orðið kemur, ekki úr hvaða orðum það er samsett, ekki hvað það var upprunalega, heldur hvernig er það notað í daglegu tali. Til dæmis, íslenska orðið ljótur. Upprunalega þýddi það ljós eða bjartur. Fekk jákvætt orð. Svo hafa Íslendingar sem oft kaldhænir kannski að segja, já, þessi kveikjari er nú svolítið ljótur. Þetta er nú myndarlegur kveikjari og allt orðið myndarlegur bara fær að vera neikvætt. Þetta er nú myndarlegt. Ljótur fór allt að hafa neikvæða merkingu. Þannig að upprunalega var það svolítið jákvætt og svo í dag er það orðið frekar neikvætt og við sitjum uppi með svona skrítin örnefni eins og fallegt vatn sem heitir ljóti pollur. Ég veit ekki. Ef ég var að ferðast um landið og ætti lítið bensín og ég sæi örnefni ljóti pollur, myndi ég keyra 50 km til að sjá hann? Er ekki nóg að ljótum pollum á veginum? Ég veit ekki. Vitið, upprunalega hugmyndin, upprunalega merkingin er ein, svo breytist notkunin og að lokum er hugmynd mín hvað orðið þýðir í dag farin að móta örnefni sem var mótað fyrir löngu síðan. Hugsanir mínar ljótapoll sem var nefndur svo þegar orðið var jákvætt, ákvarða hvað ég hugsa, fattu þið hvað ég er að segja? Að breyta notkunin er farin að breyta hugsunum minni. Hvað er kirkjan? Þegar við tölum kirkjuna í daglegu tali, þá er kirkjan svona stofnanalegt yfirbragð. Þegar fólk hugsa kirkjuna, þá sér það fyrir sér stofnun, eitthvað gamalt. Á Norðurlöndum þá erum við vöndi að kirkjan sé oft einhver þjóðkirkja sem er bundin ríkinu, sterkum böndum og víðast hvar í Evrópu heyrir fólk kirkjan og það tengir það svona að sé fyrir sér svona konungsfjölskyldur og kirkjuna. Það er verið að krýna einhvern konung og það er einhver svona biskup og í miklum skrúða og setur kórónu og það er svona kirkjan og konungsfjölskyldan, þau standa saman, svolítið svona gamaldags, búa í gömlum húsum, þau voru hlaðin, fyrir 1.000.000 árum, kaltar inni, dragsúr, þess vegna er í svona þykkum búningum, eitthvað svoleiðis, að fólk svona, þetta er eitthvað stofnanlegt, eitthvað miðaldarlegt, eitthvað miðstýrt, eitthvað sem er kannski ekkert rosalega lifandi. Það er ekki eitthvað kirkjan, það er meira eitthvað kirkjan, svona riglikt, svona gömlum bókum. En svo kemur það við, hvítasunu menn, við erum nú ekki svona, eða hvað, við hugsum ekki svona, eða hvað, við í rólegum með að segja nei.
Ég veit ekki, ég gerði ekki formlega könnun á því, en ég ekki viss að séu komin 10 ár sem við fórum að kalla okkur kirkju. Þetta var hvítasunnu hreyfingin á Íslandi og hvítasunnu hreyfingin samanstóð ekki af kirkjum, hún samanstóð af söfnuðum og það var eitt sem var alveg víst, það voru ekki prestar í söfnuðum okkar. Heyri amen? Nei. Af hverju var það? Og þetta var svona, og þetta var ekkert eitthvað djók eða svona tilviljanakennt, það var bara við erum hreyfing. Við erum ekki kirkja, við erum söfnuðir, við erum ekki kirkjur. Það var svona, þetta var áhersla. Og af hverju var það? Ég held að sé fyrst og fremst út af hugrenningatengslunum. Þegar fólk heyrði kirkja, þá hugsaði það stofnun. Þegar það heyrði kirkja, þá hugsaði það stöðnun. Þegar það heyrir prestur, þá hugsaði það það eru áhorfendur og svo eru atvinnumenn. Það eru þeir sem koma bara og sitja og hlusta og svo eru þeir sem vita allt og gera allt. En hugsunin var, við erum ekki þannig, við erum grasrótar hreyfing. Það er ekki þessi aðskilnaður, við erum söfnuður. Við erum að gera þetta saman, það var þessi hugsun. Og ég held að hafi líka haft mikil áhrif að biblíuþýðingin sem var notuð þegar hvítasunnuhreyfingin skaut rótum, þið heyrið, ég lauma þessu orðin, hvítasunnuhreyfingin, skaut rótum. Hún notaði fyrst og fremst orðið söfnuður þegar orðið sem í frummálinu því í kirkja var notað, það kom alltaf söfnuður. Þannig að fólk sem las biblíuna mikið, því var mjög tamt. Svo breytist aðeins bæði í 81 þýðingunni og svo aftur í 9 þýðingunni að þá bara yfirleitt orðið kirkja. Þannig að okkar áskorun í dag er þessi að við skilgreinum orðið í staðinn fyrir orðið fara að skilgreina okkur. Hvað er kirkjan? Við þurfum að svara því með hvernig við lifum, hvernig við störfum og hvernig við tölum. Í Nýja testamentinu er orðið sem við þýðum sem kirkja, það hafði engar tengingar við hugtakið stofnun. Það var engin stofnana yfirbráður yfir því. Í Nýja testamentinu þegar talað kirkju, þá engin tenging við skráð trúfélög. Kirkjan var ólöglegt trúfélag fyrstu 325 árin. Þangað til keisarinn tók trú, skiljiði. Það engin tenging við skráð trúfélag. Kirkjan átti engar byggingar, bara fyrstu aldirnar. Þau hittust í húsum heima hjá fólki, ég held að sé á 4. eða 5. öld, sem fara að koma fram hús sem voru tilenguð því að koma saman og hafa guðsþjónustur eða samkomur. Það voru engar kirkjudeildir. Það var bara gríðarleg fjölbreytni. Og í fjölbreytninni var gríðarleg eining og eins og vera ber, og hún heyri amen, mikil spenna. Spenna milli manna í fjölbreytninni. Þetta var bara algjör grasrótar hreyfing sem engin mannlegur maður stjórnaði. Og hún óx og hún dafnaði og kirkjan var gríðarlega heilbrigð. Þegar orðið kirkja er notað í Nýja testamentinu, þá getur orðið þýtt hópur sem hittist heima hjá einhverjum, kirkjan í húsi, föpi eða klói eða einhver sem skýtur skjólhúsi yfir þau. Kirkjan gat verið kirkjan í Korintu og þá það til dæmis, ef við tala kirkju Krists í Reykjavík, þá spannar það allar kirkjudeildir. Það var bæði reykelsi og orgel eða ekki reykelsi og orgel. Það eru allar útgáfur. Kirkjan í Korintu. Það gæti verið kirkjan á þessu landsafiði, kirkjan á Suðurlandinu, kirkjan á Suðvesturhorninu og það var aftur sama fjölbreytnin. Eða gæti bara verið kirkjan. Allir kristnir, allir sem tilheyra Jesú út allan heim. Það er kirkjan. Kirkjan er allt þetta. Kirkjan er ekki eitthvað eitt. Kirkjan er svona, þetta er svolítið lifandi, þetta er svona fluid, ef ég get sagt það á góðri íslensku. Málið er það að kirkjan er bara þeir sem tilheyra Jesú Kristi á öllum stöðum og á öllum tímum. Kirkjudeildir, það eru okkar, við kristnafólkið, við höfum sögð á þeim, við fundum þær upp. Skráð trúfélög, það var eiginlega ríkið sem fann þau upp. Ég veit ekki neitt svona forstöðumann sem að sjálfs eigin frumkvæði myndi fara að nenna búið til einhverja kennitölur og fylla einhver eyðublöð. Allt mikið mikilvæga hluti að gera. Kirkjan er bara við og öll trúsískun okkar, allir sem eiga frelsandi trú á Jesú Krist. Svo við förum aðeins í Biblíuna. Fyrsta skipti sem að kirkjan kemur fram í Nýja testamentinu, þá er það af vörum Jesú sjálfs. Í Matteusar guðspjalli 16. kafla, versum 15-18, þá er Jesús statinn með lærisveinum sínum og svo lesum við, Jesús spyr, en hvern segið þið mig vera? Símon Pétur svarar, þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Þá segir Jesús við hann, sæll ert þú, Símon Jónasson. Engin maður hefur opinberað þér þetta, heldur faðir minn í himnum. Og ég segi þér, þú ert Pétur, kletturinn, og á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína og máttur heljar mun ekki á henni sigrast.
Og tilvísunin hér til Péturs sem klettsinn sem hann mun byggja kirkjuna á vísar fyrst og fremst til þessarar játningar. Í Jesaja þá er verið að tala til Ísraelsmanna og hann sagt lítið til klettsins þaðan sem þér eru hognir, eins og steinar sem eru hognir og settir í musteri, og sá klettur er Abraham. Það er enginn sem hefur þá hugmynd að Abraham hafi verið eitthvað skonar páfi. Abraham er bara faðir trúarinnar og sömu trú og hann átti byggist okkar trú og okkar sambandi við Guð. Og eins með Pétur, það er trúin í játningin í hjartans. Þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína. Og hérna er erfitt að það er aðeins að halda mér í púltið. Þetta er þannig vers. Maður verður spenntur yfir þessu versi. Jesús er fyrstur til að tala kirkjuna. Reyndar orðið sem hann notar finnst í Gamla testamentinu og vísar til þess að Ísraelsmenn komu saman til að fara saman í hernað til orustu, þeir komu saman til að nálgast Guð, eða þeir komu saman til að taka mikilvægar ákvarðanir. Söfnuðurinn kom saman. Fólki kom saman í Guðs nafni til að gera eitthvað sem Guð hafi kallaði til. Ég mun byggja mína kirkju. Kirkjan er hugtak sem Jesús notar. Það er ekki einhverjir menn sem völdu hugtakið kirkja. Það er ekki 3 öldum seinna einhverjir skriffinnar einhvers staðar sem fór að tala kirkjuna. Jesús á hugmyndina að kirkjunni. Jesús talar kirkjuna fyrst. Mín kirkja, segir Jesús. Jesús á kirkjuna. Það eru engin menn sem eiga kirkjuna. Það er engin stofnun sem á kirkjuna. Það er engin samtök sem á kirkjuna. Kirkjan á bara einn konung og það er Kristur. Ég var einu svona predika fyrir jól í Alþjóðakirkjunni aðventukertið, spátumskertið, og ég var að tala Daniel 7. kafla, þar sem mannssonurinn kemur á skýjum himins og konungsríki falla og allt það, en ríki mannssonarins, Guðs ríki stendur stöðugt. Og ég hef svolítið gaman að það voru krakkar sem ég aldrei séð áður, 3 svona ungir Kínverjar sem eru svona skiptinemar á Íslandi, voru í háskólanum, og það var kínversk stelpa sem satt fyrir aftöðin, sem sagði mér að eitt er að hann svona undir miðri predikun fór svona yða og svona togaði vinsun og sagði bara, ég sit ekki undir þessu, ég er meðlumur í kommunistaflokknum, ég vil fara. Og ég hugsaði með mér bara, þetta var ekkert pólitísk predikun. Ég er bara predikun Guðsríkið, ég er bara predikun að Jesús ætti kirkjuna og við hlustum einhvern veginn annan. Ég er bara að tala það að við, þó sem við séum góðir þegnar, þá ræður engin ríkisstjórn yfir okkur. Það var nóg til að stuða hann. Að það sé til eitthvað að vald sem er aðra en ríkið. Það sé til eitthvað vald sem er aðra en stjórnvöld. Það stuðaði hann. En þannig er bara kirkjan. Jesús er eini konungurinn sem við lútum. Og Jesús segir, ég mun byggja kirkju mína. Jesús er að störfum í sinni kirkju. Þess vegna lifi kirkjan. Og þetta er svona sennilega ógeðslega spennandi, en svo þá maður líka aðeins að, og við verðum að gera greinamun hér á. Þegar við segjum Jesús er að starfa í sinni kirkju, þá verðum við að gera greinamun á kirkjunni sem grasrótarsamtökum, sem að heilagur andi leiðir og stofnunum. Það er munur þarna á. Í ferlinu, þá skráum við okkur og fáum okkur kennitölu og við eignumst byggingar og tökum lán og allan þann pakka. Það í sjálfu sér er ekki kirkjan. Það í sjálfu sér er ekki það sem Jesús er endilega að gera. Stofnanir eru kannski góðir til að byrja með, en stofnanir geta spilst og innan stofnana geta myndast spiltir valdastigar og innan stofnana getur við fara að særa fólk það getur alls konar óhreint gerst innan stofnana og stofnanir staðna og stofnanir deyja. En kirkjan lifir og kirkjan vex. Kirkjan þróast. Þó svo ein kirkjudeild lognast út af, þá hverfur ekki kirkjan. Hún kemur bara fram á einhvern nýjan hátt. Hún er bara, þó hún sé kannski að dala á einum stað, þá er hún í blússandi vexti annar staðar. Og það er ekki kirkjan sem er að dala, það er skelin sem er að hrörna. Hver einasta kynslóð þarf að tjá sannleikan fagnarerindið á sinn hátt. Þannig að sú kynslóð heyri það og skilji það. Það er kirkjan. Kirkjan er lifandi, kirkjan er grasrót, kirkjan er öflug, kirkjan er vaxandi. Og svo kemur, og hérna hann ég að róa mig, og máttur heljar mun ekki sigrast á henni. Og orðrétt segir Jesús hlið heljar. Og mér finnst þetta svo ógeðslega magnað, því að hlið heljar mun ekki á henni sigrast. Í hvað er hann að vísa? Hann er að vísa í borgarhlið. Og af hverju ætti kirkjan, ég veit ekki ykkur, en þegar ég hef séð svona myndir af svona fornum tímum þegar menn fór í hernað, ég hef aldrei séð svona borgarhlið á hjólum og menn er að ýta borgarhliðum áfram í orustu. Kirkjan er ekki í vörn. Borgarhliðin eru síðasta varnarlína óvinarins.
máttur heljar, hlið heljar, mun ekki standast kirkjuna. Og hvað er kirkjan að gera við hlið heljar? Hún er ekki reyna að komast út. Kirkjan er að koma til að berja hliðið niður og fara inn og ná í fólkið sem er haldið föngnum. Já, einmitt, heyri ég aðeins því. Kirkjan er ekki í vörn, kirkjan er ekki í stöðnun, kirkjan er í sókn. Og okkar hlutverk er ekki að vera sæt og fín einhvers staðar, við eigum að fara og við eigum að berja niður hlið heljar. Og við eigum að ná í þá sem eru fjötrar í synd. Við eigum að ná í þá sem eru fjötrar í skömm. Við eigum að ná í þá sem eru bundnir af myrkrunum. Við eigum að ná í þá sem eru niðurbrotnir og niðurlútir og við eigum að sækja þau. Og kirkjan á ekki að fara og banka kurteisislega á hlið heljar. Kirkjan á ekki að fara með leyfi frá neinum. Kirkjan fer ekki uppist afsökunar. Kirkjan fer og sparkar niður hliðið og hún sækir fólkið. Heyri einmitt, ég hef ekki eitt að með við því. Og bara svo þið vitið að þegar við gerum þetta, þegar kirkjan fer fram í þeim tilgangi sem henn er gefin, með þeim mynduleika sem henn er gefin, þá er kirkjan ótrúlega sterk. Kirkjan er ótrúlega sterk, hún er óstöðvandi, segir Jesús. Ég mun byggja kirkju mína og máttur heljar mun ekki standast hana. Þegar mín kirkja fer fram í mínu nafni til að vinna það verk sem ég hef falið henni, þá er hún óstöðvandi. Það er ekki hlutverk kirkjunar að vera samþykkt af öllum í samfélaginu. Það er ekki hlutverk kirkjunar að hafa pólitísk völd. Það er ekki hlutverk kirkjunar að eiga flottustu húsin og alltaf ríkast og besta. Hlutverk kirkjunar er að leysa fólk úr fjötrum. Og þegar kirkjan gerir það, þá er hún óstöðandi. Þegar við höfum réttan fókus, þegar við förum fram, það er erfitt þegar við fara í næstu vers. Erum við honum spennt fyrir hugtækinu kirkjan? Erum við honum spennt fyrir hvað kirkjan er? Efesusbréfið fjallar mjög mikið kirkjuna. Og það eru 2 vers. Ég er ennþá alveg á tíma. Það eru 2 vers sem langar aðeins að tala um. Í 3. kafla, 10. versi, segir Páll, hann er að skrifa kirkjunni og hann segir, nú skildi kirkjan látin kunngjöra tignunum og völdunum og himnum, hve margháttuð speki Guðs er. Þetta er Guðs eilífa fyrirætlun sem hann hefur framkvæmt í Kristi Jesú, drottni vorum. Og hér eru 2 hugmyndir sem að mér finna svo magnaðar. Það er svona, maður lesa þetta á þetta sem pínu feikir aftur manna hárunu. Eins gott að lesa ekki á mikið Efesusbréfið, það bara fer hárið. Þetta eru svona 2, bara í þessu versi, svona 2 hugmyndir sem eru alveg ógeðslega magnaðar. Nú skildi kirkjan látin kunngjöra tignunum og völdunum á himnum, hve margháttuð speki Guðs er. Í gegnum kirkjuna fer fram einhvers konar predikun sem er ekki til manna, bara fyrir hinum andlega veruleika. Getur Guð ekki bara sendt tölvupóst á alla englana, bara hér er speki mín. Kirkjan við, þetta ófullkomna fólk, þetta alls konar fólk sem er að díla við alls konar hluti, höfum alls konar galla, alls konar kosti og hæfileika líka, við erum látin kunngjöra tignunum og völdunum hve margháttuð speki Guðs er. Hvað er í gangi? Hvað er það? Bara með því að vera til og vera kirkjan erum við á einhvern hátt predikun dýr Guðs. Það segir svo mikið hver Guð er að hann notar bara venjulegt fólk. Það segir svo mikið hver Guð er að hann tekur fólk sem kannski enginn hefur trú á og hann fyrir bara að nota það. Það segir svo mikið Guð, hann tekur fólk sem hefur allt á hreinu og allt í góðum málum í þeim mest á yfirborðinu og fólk sem að virðist hafa mist allt úr höndunum og þau eru bara saman í sátt og samlyndi að vinna sameiginlegu verkefni og það er engin stéttamunur á milli þeirra. Þau eru bara í kirkjunni. Við erum kirkjan og þau eru jafn mikið kirkjan. Nú skildi kirkjan látin kunngjöra tignunum og völdunum hve margháttuð speki Guðs er. Þetta er Guðs eilífa fyrirætlun sem hann hefur framkvæmt í Kristi Jesú, drottni vorum. Þannig að hugmynd eitt af þetta, kirkjan á að kunngjöra speki Guðs, bara með því að vera til, bara með því að vera við sjálf, bara með því að sjá þann sem sá sem var óheiðalegur, hann læri að vera heiðalegur. Sá sem var róberi, hann fer alltaf að tala uppörunarorð. Sá sem var þjófóttur, hann fer alltaf að gefa þeir sem ekki á. Vitið, kirkjan, Guð fer að nota okkur í veikleika okkar og Guð fer að breyta okkur. Og svo hugmynd nummer 2 sem feikir hárun aftur, þetta er Guðs eilífa fyrirætlun. Kirkjan er ekki varaplan. Kirkjan er ekki plan B. Kirkjan er bara the master plan. Vitið, Guðs eilífa fyrirætlun er kirkjan. Vitið, og kirkjan sem er búið að lýsa henni hinga til, kirkjan sem við sjáum í Nýja testamentinu, það segir rosalega mikið Guð. Guð er ekki bara, já, ég ætla að búið til stofnun sem er með alls konar stimpla. Það er ekki Guð.
Ég ætla að búa til einhverja grasrótarhreyfingu sem að breyta lífum. Ég ætla að búa til grasrótarhreyfingu sem að tekur óteljandi myndir á sig. Þú ferð út allan heim og hvergi kirkjan eins. En það sami Jesús, það sama fagnaðarerindi, það sami heilagur andi og það sömu vitnisburðirnir. Það birtist á milljón ólíka vegu, en það allt kirkjan. Það Guðs eilífa fyrirætlun. Og hvernig gerist þetta? Og hér kemur kannski, ég svolítið þannig, ég teki eftir það sjálfur mér, ég var að hlæja svona þenn, mér finnst ég alltaf vera að droppa einhverjum bombum, ég veit það ekki. Að, þetta kannski svona lítil, þetta bara innibomba, þetta saklaus bomba hérna. En þetta góð svona, ef þessi sería skilar engu öðru en þessu, þá væri það samt gott. Ef að bara þessi punktur kæmist til skila, þá væri þetta sería sem gæti haft mjög góð áhrif á okkur sem kirkju. Efesusbréfið, 4. kafli, 11-13. Þetta svona kjarnamess í hvað Nýja testamentið segir kirkjuna. Og frá honum sú gjöf komin að sumir eru postular, sumir spámenn, sumir trúboðar, sumir hirðar og kennarar. Þeir eiga að fullkomna hinn heilugu og láta þeim þjónustu í líkama Krists til uppbyggingar. Þangað til við verðum öll einhuga í trúnni og þekkingun á syni Guðs, verðum fullþroska og náum vaxtartakmarki Krists fyllingar. Hérna sjáum við, bara þetta Nýja testamentið, þetta ennþá grasrótin, að skipulag og strúktúr klárlega hluti af áætlun Guðs. Guð stillir kirkjuna þannig upp og fólk hefur ólíka gjafir, við þurfum hvert öðru að halda. Það enginn sem alla gjafirnar. Við erum algjörlega hvert öðru háð til að vera kirkjan, en að það sé strúktúr, það frá Guði komið. Guð hefur sett það þannig upp, það þarf ekki að vera fastur strúktúr, það þarf ekki að vera valdastigi, bara fólk hefur ólík hlutverk. Það ekki andstæða að tala kirkjuna og innan gæsalappa skipulögð trúarbrögð. Mér finnst það svo fyndið fólk segir, ég hef ekkert á móti trú, ég bara á móti skipulögðum trúarbrögðum. Ég velti alltaf fyrir mér, hvað þýðir það? Hvað þýðir það að vera ekki hrifinn af skipulögðum trúarbrögðum? Ef maður hittist einu sinni í viku á sama tíma, maður þá orðinn skipulagður? Er þetta bara ónýtt? Ef ég les alltaf sömu bókina, ég þá orðinn skipulagður? Þetta svona, í raunni, það sem fólk ofta að segja þegar segir, ég ekki hrifinn af skipulögðum trúarbrögðum ég vil ekki að neitt segi mér hverju ég á að trúa. Og ég skil það svo sem alveg, Fólk svona, ég vil ekki heldur þetta ráðskast með mig, en ég tilheyri samfélagi. Og til að geta tilheyrt samfélagi, það þarf bara að vera svolítið skipulag. Verkaskipting, hún slæm? Verkaskipting hræðileg? Nei, hún skipulag, ég hef ekkert á móti samfélagi, ég bara á móti skipulögðum, samfélögum. Ég vil ekki stjórna, það komið eitthvað svona anarkismi. Hvað meinar fólk? Og ég skil þegar fólk segir, ég ekki hrifinn af stofnunum, amen. Ég ekki hrifinn af miðstýringu, amen. Ég ekki hrifinn af, reglum, bara af reglur, amen. En skipulag bara gott. Og skipulag getur verið frá Guði komið. Og það sem mikilvægt í þessu, það ekki þannig að postulinn fá þá gjöf að vera postuli. Eða spámaðurinn fá þá gjöf að vera spámaður. Versin á undan vísa í Sálm, það sem að Guð lýst eins og hetju sem kemur heim úr hernaði og hann gefur mönnum gjafir. Gjafirnar eru einstaklingarnir. Ef einhver postuli eða spámaður eða hirðir eða kennari, þá hann gefinn kirkjunni sem gjöf. Hann á ekki kirkjuna. Kirkjan á hann, pínu. Ekki samt hægt að greiða mig laun, please. Nei. Og þeir sem eru gefnir, þeir eru gefnir til að vera þjónar eða þrælar, skiljiði. Og það ákveðin auðmýkt sem á að fylgja því að Guð kalli fólk til þjónustu, þá áttu þau ekki sjálfur. Og það bara þannig. Fólk sem kallað þjónustu, það á sig ekki sjálft. Guð hefur gefið það kirkjunni til þess að þjóna, til þess að blessa og til þess að byggja upp. En það sem merkilegt, og það kannski innibomban hérna, Guð hefur ekki gefið þessa leiðtoga til að þeir inni þjónust af hendi kirkjunni til uppbyggingar. Hann hefur gefið leiðtogana þess að þeir láti hinum heilugu þjónust í kirkjunni til uppbyggingar. Leiðtogarnir sinna ekki þjónustinni. Söfnuðurinn, kirkjan, sinni þjónustinni. Alveg eins og í íþróttum, það til undantekningar, og það sem má áalega við kannski kirkjunni líka, það undantekning ef þjálfarinn spila með liðinu. En á þjálfarinn hlut í gengi liðsins? Tvímælalaust. Skiptir þjálfarinn einhverju máli? Algjörlega. Hann hluta liðinu? Já. Hann inn á vellinum? Nei. Hann að þjálfa. Hann að hvetja. Hann að skipuleggja. Hann að vinna sitt hlutverk. Hann ekki endilega með boltan. Hann ekki endilega að vinna verkið. Það liðið sem vinnur titlana. Það liðið sem spila leikinn.
Og þannig kirkjan. Við sinnum þjónustinni öll. Og þess vegna kemur það, þess vegna segir sig, hvað kirkjan? Ég hef fallið í þessa gryfju, það falla allir í þessa gryfju, að við tölum kirkjuna sem eitthvað svona apparat sem ég ber ekki ábyrgð á. Kirkjan ekki að sinna þessu. Hefur einhver fallið í þessa gryfju að segja þetta? Kirkjan ekki nógu góð að gera þetta. Kirkjan, af hverju gerir kirkjan ekki þetta? Og það kirkjan sjálf sem að spyrja. Leif þess aðeins að let it soak. Og staðreyndin bara þessi, og þetta líka bara mjög praktískt, ég tala af reynslu, það ekki hægt fyrir forstöðumann að gera það, en það ekki hlutverk forstöðumannsins að heimsækja allir sem það að heimsækja. Hann getur það ekki. Það ekki hlutverk forstöðumannsins að taka eftir í hverju mæti ekki að samkomu og ringi þá. Alltaf ef hann gerir það, skilju, það góða lagi, en það ekki þannig að bara þetta sé hans hlutverk. Það ekki forstöðumannsins að sinna öllum og halda utan alla og vera vinur allra. Ég bara ekki eins og við sem ég þekki nöfnin á öllum sem í kirkjunni, samt ef ég aðgöngu að samanskráni, skiljiði. Og það ekki heldur hlutverk forstöðumannsins að kenna öllum samkomum eða ég held við vitum öll, skiljiði. Það allir, já, við föttum þetta alveg. En málið að við erum kirkjan. Og stundum heyrir maður það og ég tek það til mín, veist, og ég þarf líka að taka þetta til mín að það mitt hlutverk að hjálpa öðrum að finna sitt hlutverk, skiljiði. Og ef ég fer bara að gera allt sem þarf að gera og vera svo upptekinn að ég næ ekki að sinna að finna hlutverk fyrir fólk, þá ég að bregðast. En eitt amen við því, þetta nú óvænt amen en ánægilegt. En vitið þið, og það stundum heyri ég þetta, já, af hverju gerir kirkjan ekki þetta? Og ég svona eiginlega farin að venja, og ég ekki að gera til að stundum tekur fólk því, eins og sé bara að þakka niður í því, ég stundum spyr, já, værið þú til að sjá þetta? Og svona móðgast fólk. Og ég svona, en bara staðreyndin þessi, að ef að þú tekur eftir einhverju og eitthvað pirrar þig, þá það mjög líklega eitthvað sem þú hefur vitað því. Það yfirleitt þannig. Ég tungumál, ég stuður hérna tungumálum, stundum ég að lofgjöra textar. Það sum lög sem ég get ekki sungið í, út af íslenskunni. Og hann lag sem við erum hægt að syngja, en ég get látið hennan flakka. Lofgjöra lagið þess að syngjum að Guð sé hver. Við lofum þig og hver þú ert. Nei, ég veit ekki. Það Guð hver, ég bara spyr með því. Og ég veit hvað verið að meina, skiljiði, ég fatt alveg hvað verið að fara með þessu, en ég sé bara hver þú ert. Bara nei, springur fram með krafti, eitthvað svona. Allavega, ég tek eftir þessu og þetta pirrar mig, en þið hlægið, það kannski engin annar en ég sem bælt í þessu. Það svona litir hlutir. Ef það hlutir við skipulag kirkjunar sem böggaði ógeðslega, þá kannski ert þú bara skipulagsmanneskja. Kannski bara, ég það ekki. Það sem böggar þig kannski það sem Guð að kalla þig til að gera. Þannig að þegar þú kemur til mín með kvörtun, vertu tilbúin. Ég vil bara segja að áskorunin þín, kæri vinur. En við erum að fungera svona sem söfnuður. Til dæmis, þegar Royal Rangers hafa farið fyrir jólin með smákökur og bankað upp á fólki. Ég kannski ekki með og Aron kannski ekki með og öldungatur ekki með, en vitið hvað? Þetta kirkjan. Þegar úlingastarfið hefur farið, ég gera kannski ekki hverju ári, en þau sem hefur farið upp á barnaspítala og eru með skemmtiprógram fyrir jólin, spila fyrir krakkana og gert eitthvað. Ég frétta því eftir á, en vitið hvað? Þetta kirkjan. Þegar einhver mætir ekki á samkomi, hefur ekki sést lengi og fólkið sem kannski tilheyra sama heimahóp hringja og spyrja hvernig hefur það. Það ekki númer Fíladelfíu sem kemur á skjáin, en þetta samt kirkjan. Þegar þú ert í sporahóp og það fólk að hjálpa að vinna í gegnum það sem þú ert að vinna í gegnum. Ég ekki hópniðinum, en það kirkjan. Fattiði mig. Kirkjan bara það sem við gerum. Þegar þú ert eitthvað staðar og þú hittir vininn á förnum vegi eða yfir kaffibolla og þið talið eitthvað og þið biðjið saman, það engin skráð kennitala fyrir þessari samkomu, en vitið hvað, þetta kirkjan. Við erum bara kirkjan og það sem við gerum, það gerir kirkjan og þetta virkar líka á hinn veginn. Eitt sem og það kannski svona hint, svona áherslunar hinga til hefur svona blómstæði samfélag, tala heilsa hvert öðru og standa saman í bæinn og allt þetta og nú tala ég þetta hér, en þegar fólk kemur kannski á samkomu og það enginn sem heilsa því, hver klikkaði þá? Kirkjan. Vitið, þegar einhver gengur gegnum þrengingar og það kannski fólk sem veit af því en enginn sem gerir neitt, hver klikkar þá? Kirkjan. Þegar ég veit af einhverju sem þarf hjálp og það eitthvað sem ég get gert í því, vitið ég hvað, þá ég kirkjan. Og þá getur kirkjan gert eitthvað, af því að ég fulltrúi kirkjunar, sama hvar ég
og sama hvað ég geri. Þegar kirkjan gerir eitthvað eða gerir ekki eitthvað, þá það bara vegna þess að það endurspeglar það sem við erum að gera. Kirkjan grasróta hreyfing. Og svo segir þetta vers okkur, og það svo magnað í Efesbyrjum 4. kafla, að það ekki fyrir en við finnum okkar stað, fyrir en við öll fyrir að inna okkar þjónust af hendi, sem að við getum orðið einhuga og fyllst allri Krists fyllingu. Kirkjan verður aldrei það sem hún á að vera fyrir en allir finna sinn stað. Allir finna sitt hlutverk. Og það þarf ekki að vera stórt og mikið hlutverk. Vitið, eins og ég tek oft svona dæmi líkamann. Ég var að lesa eitthvað svona heilsubók daginn og það var að tala alls konar líffæri og ég ekkert viss hvað þau gera. Ég bara þakkláttur að þau virka. Ég þakkláttur að þau eru þarna. Og ég tek ekki eftir þessu biluð fyrir þau bila. Það eru fleiri en ég á þeim stað. Ég var að reyna að muna hvað gerir brisið. Ég ekki alveg viss, ég held að tengi smeltingunni, bara ég þakkláttur að það sé þarna. Bara vel gert, kæra bris, haltu áfram. Bara þó sem ég veit ekkert hvað það gerir, ég styð þig í þínum störfum. Og þannig það sem í kirkjunni. Það fullt af störfum sem unnin hérna sem við kannski vitum ekki svona af. Það fullt af verkefnum, til dæmis bara, ég gerði mér ekki grein fyrir hvað ógeðslega mikið mál að skipta perur í þessum sal. Það pælt í því, hvernig skipta perur hérna. Bara hvernig, þú kemur ekki stiga hérna yfir stólan og svona. Það einhvers sem þarf að fara hérna yfir loft og skríða og þetta svona, mér líður ekki vel í lokuðu rými með miklu ryki og í myrkri. Það bara, 70 ára gamalt ryk, þú ert skríðandi í því og svo bara þú stýrir á rangan stað og þá bara vonar þú lendir í skírtanauðinu og sé vatni í henni, skilur við. Þetta svona, eða sitja ákveðið einhver með upplyftar hendur og grípið þig. Það svona, þetta bara hefi mál. Rosalega þakkláttur fyrir það bara logar á öllum ljósum inni. Ég ekki svona viss hver gerði það, en bara takk. Ég hef ákveðna gruna það. Það alls konar svona. Við tökum ekki þess eftir þessu fyrir en það klikkar. Og þannig kirkjan, við gerum fullt af hlutum saman. Að lokum, svo ég dræði það saman. Já, kirkjan verður aldrei heilbrigð ef söfnuðurinn áhorfendur og leiðtogarnir eru skemmtikraftar. Það svolítið punkturinn í 4. kafla Efesubréfsins. Við erum kirkjan. Og kirkjan grasrótarhreyfing og við erum að vinna. Við erum ekki félagsstarf, við erum ekki klubbur, við erum miklu meina eins og her sem á að vera sparkað niður hlið heljar sem hljómar svo brjála fjör. En samt þegar maður fer í slag, ég veit ekki með ykkur, ég hef ekki slegist því ég var barn og þá alveg við eldri systur mína, hún vann frekar oft, en allana. Þó svo þú vinnir slaginn, þá ertu samt kannski búin að fá klór og ertu samt kannski með marblett og þá samt kannski illt einhvers staðar. Og barátta þannig. Við vinnum enga sigra með því að sitja í hægindastól. Ekki náttúrulega að spila tölvuleik, en það gildir ekki raunveruleikanum. Við vinnum enga sigra á þess að fá skrámur. Við vinnum enga sigra á þess að togna eitthvað staðar. Við vinnum enga sigra nema einhver reyni á sig. Og við vinnum enga sigra nema við stöndum upp og förum að heiman og gerum eitthvað. Fattiði mig. Þannig kirkjan. Við erum kirkjan. Kirkjan tilheyrir Jesú og hann vil byggja hana. Kirkjan lifandi predikun hver Guð og kirkjan opinberun á dýrð Guðs og það segir svo mikið Guð að hann hafi valið að nota kirkjuna, hann hafi valið að nota alls konar fólk. Kirkjan á að vera dásamlegt samfélag, kærleika og uppbyggingar. Kirkjan samanstendur af fólki sem við erum nemendur, bankastarfsmenn, við erum á milli starfa, íþróttamenn, kennarar, bara öll störf í heiminum. Við erum alls konar fólk með alls konar bakgrunn, alls konar kosti og alls konar galla. Við erum kirkjan ef við tilheyrum Jesú, punktur. Það bara þannig, allir þeir sem tilheyra Jesú. Og mér finnst það góðu á henni þegar maður er búin að tala kirkjuna, hún skemmtileg. Ef þú ert hér í dag og þú tilheyrir ekki kirkjunni, og þá ekki að tala mér alveg saman hvort þú sé skráður eða skráð einhvers staðar í einhverju bók. Ef að Jesús ekki drottinn í lífið þínu, þá alltaf hægt að ganga í hópinn. Það alltaf pláss í kirkjunni. Það alltaf pláss fyrir 1 í viðbót, eða 10 í viðbót, eða 1000 í viðbót. Og ég fullyrði það að þú finnur aldrei taktinn í tilverunni nema finna Jesú Krist. Og ég líki svo til raftæki, þú veist ekki hvað það að vera blandari fyrir þeir stungi í samband og þú blandar eitthvað. Fattar mig? Það bara þannig. Og þú veist ekki hvað það að lifa lífinu fyrir þú fengið að mæta Guði. Og ég ekkert að gera lítið úr öllu öðru, það hægt að gera ýmislegt með blandara án þess að stinga í samband, en ekkert að því samt að blanda hluti. Þú eignast aldrei varanlegan frið fyrir þú eignast frið við Guð. Og sá friður kemur bara gegnum friðarhöfðingjan Jesú Krist. Og vegna þess að við erum bara syndu, vegna þess að við erum fjarri Guði, þá getum við ekki nálgast Guð á eigin spýtur.
við getum nálgast Guði gegnum Jesú Krist. Og þiggja gjöf Guðs. Það alltaf pláss fyrir fleiri í kirkjunni. Og ég ætla að enda þessa predikun eins og alltaf, ég ætla að biðja aðeins, en svo vil ég líka bjóða fram til fyrirbænar, eða eftir í dag og þú vilt koma fram og vilt bara fá fyrirbæn fyrir hverju sem Kannski að þú vilt gangi í kirkjuna, þá ég ekki tala að skrifa þig á blað, heldur bara að þú vilt eignast þennan frið, eignast þetta líf. Kannski vegna þess að Guð hefur lagt eitthvað á hjartað þitt sem upplifir sem köllun og þú vilt bara fá stuðningi að bregðast við því. Kannski vegna þess að þú bara veist ekki, name it, og þú ert velkomin fram til fyrirbænar, við höfum aldrei vísað neinum frá. Og það verður hérna inn í hliðarsalnum. Við skulum enda á því að biðja saman meðan að kannski lofgjörahópurinn kemur upp. Drottinn minn, ég þakka þér fyrir þennan yndislega dag og ég þakka þér fyrir þau forréttindi í Jesús að við fáum að vera kirkja þín. Og ég þakka þér fyrir þín fyrirheiti Jesús að þú munur byggja kirkju þína og máttur heljar mun ekki sigrast á henni. Og ég biði það Jesús viltu hjálpa okkur að raunverulega vera kirkjan, að endurspegla þig í öllu sem við gerum og öllu sem við erum. Drottinn, ég biði hjálpa okkur að missa aldrei sjónar á tilgangi tilvistar okkar sem kirkju, sem að sækja þá sem eru langt frá þér og draga þá fram í ljósið, leiða þá inn í lífið, hjálpa þeim að finna þig. Að leysa þá sem eru fjötraðir, að boða bandingjum lausn og blindum sýn og kunngjöra náðar ár Drottins. Heilagur andi Guðs, við bjóðum þig velkomin. Drottinn, þú segir í þínu orð að við séum musterið þitt, komdu og fylltu musterið þitt, Drottinn. Kom heilagur andi og blastu þínu lífi í brjóst okkar. Komdu heilagur andi og blastu lífi í gamlar glæður, Drottinn minn. Draumar sem þú hefur gefið og köllun sem þú hefur lagt á líf okkar, Drottinn. Faðir, mynd okkur á. Mynd okkur á, Drottinn, til hvers þú hefur kallað okkur. Mynd okkur á þær gjafir sem þú hefur lagt í líf okkar, Drottinn. Og ef þær hafa fengið að kulna eða fengið að deyja út, Drottinn minn, viltu blása líf í þær? Viltu endur gefa þær, Drottinn minn? Viltu endur lífga þær innra með okkur? Og heilagi Faðir, við komum fram fyrir í dag og segjum, hér er ég Herra, sendu mig. Ef þú hefur köllun sem vill leggja á líf okkar, ef þú vill hlutverk sem þú vill gefa okkur, ef þú vill nota okkur, Drottinn, þá segjum við, hér er ég Herra. Sendu mig, Drottinn. Verði þinn vilji og tilkomi þitt ríki í Jesú nafni. Amen og amen. Amen. Þannig að ef þú vilt fá fyrirbæn, þá verðum við hérna í hliðarsalnum og svo eru þetta samfélag niðri og eftir samkomuna. Let the church say
Kannski eitt lag enn eða ykkur frjálst að fara niður. Nú er gaman að sjá hvort að Helgi hafi bakað köku handa okkur. Eða kannski ekki, kannski einhver hér annar hefur gert það. Fyrsti maður sem ég mætti hér í morgun þegar ég kom kl. 9:30 var Hafliði Kristinsson með fullan poka bakkelsi til að setja borði hérna niðri. Setjum við glærurnar hérna þannig að ég hvet ykkur. Ef ykkur finnst borði vera frekar fátæklegt, þá kannski bara komið með næst meira sjálf. Syngjum saman, eitt lag enn áður við förum niður því við farum niður núna en við ætlum að senda að syngja eitt lag viðbót. Draga mig nær þér Guð, syngjum það saman. Draga mig nær þér Guð, ætíð geymdu mig. Ég gef þér allt sem gætt mér. Vinur vil ég vera þér. Yndi mitt þú Þú drottinn minn. Þú heitir Jesús upprisinn. Og dýrðina og ástin vísa mér þín veg. Drag mig nær þér Guð. Þú ert mér allt sem mitt hjarta þráir. Þú ert mér og vertu nærri mér. Drag mig nær þér Guð, ætíð geymdu mig. Ég gef þér allt sem gætt mér Því vinur vil ég vera þér. Yndi mitt þú Þú drottinn minn. Þú heitir Jesús upprisinn. Og dýrðina og ástin vísa mér þín veg. Drag mig nær þér Guð. Þú ert mér allt sem mitt hjarta þráir. Þú ert mér og vertu nærri mér. Þú ert mér allt sem mitt hjarta þráir. Þú ert mér og vertu nærri mér. Og vertu nærri mér. Og vertu nærri mér. Það er komið að lokum samkomunar frá Fíladelfíu í dag. Við viljum þakka þér fyrir að hafa fylgst með okkur, hvort sem þú varst að horfa á okkur í tölvunni eða hlusta á okkur á lindinni. Við verðum hér aftur næsta sunnudag klukkan 11. Það kom svo skýrt fram í predikuninni hjá honum Helga Guðnasyni að það vinnst ekkert stríð án baráttu
Og við vitum að við erum í sigurliðinu. Kirkjur hafa fæðist og kirkjur hafa dáið. En kirkja Krists á jörðinni, hún hefur alltaf lifað af. Það er vegna þess að trúin á hann er lifandi trú. Við teljum að trúin okkar sé ekki einkamál, vegna þess að það er ekki hægt að fara í felur með það að maður sé lifandi. Ef þú vilt vera með okkur, komdu þá á samkomu næsta sunnudag klukkan 11 í Fíladelfíu, Hátúni 2. Ef þú getur eingöngu hort á netið eða hlustað á útvarpið, þá vertu velkomin að vera með okkur. En ég ætla að enda í dag á því að biðja fyrir þér. Guð þekkir þínar þarfir. Við höfum öll einhverjar þarfir. Það er alltaf eitthvað af og til að koma upp á í líf okkar og það er svo gott að geta lagt þetta bara í Guðs hendur. Beðið hann um hjálp og þegið hjálpina. Við skulum biðja. Drottinn, ég bið fyrir þeim sem eru að fylgjast með þessari útsendingu. Ég biði Drottinn fyrir þeim sem hafa verið með kreftan hnefa og hafa átt erfitt með að opna lófan og þiggja hjálpina. Nú biði þig góði Guð að þú komir inn í kringumstæður þeirra með þá hjálp sem þú einn getur veitt. Viltu gefa lækningu þar sem lækningar er þörf? Viltu gefa lausn inn í samskipti, inn í hjónabönd, inn á vinnustaði, inn í fjármál? Hver sem þörfin er, Drottinn, þá hefur þú áður svarað svona bænum og ég veit að þú gerir það einu sinni enn. Ég biði að mæta öllum sem eru að fylgjast með þessari útsendingu og viltu blessa þá í Jesú nafni. Amen. Við kveðjum frá Fíladelfíu í dag og minnum eins og alltaf á samkomuna næsta sunnudag klukkan 11. Takk fyrir okkur, Guð blessi þig.